Ragnhildur Hjaltadóttir sannarlega vön að taka á móti gestum í Grímsey, en hún starfar sem umboðsmaður Norland Air á flugvellinum og því jafnan fyrsti íbúinn í eyjunni sem rekst á þegar maður kemur flugleiðina. Hún þá einnig ein af eigendum á gistiheimilinu Básum sem stendur rétt við flugvellin. Og byrja að segja mér aðeins bara frá Básum og hvað Básar bjóð upp á. Á Básum, gistiheimilinu Básum bara rekið svona venjulegt gistiheimili með morgumat og svo hægt að fá fullt fæði og fólk óskar eftir. Og svo svona alls konar auka afleggjarar eins og ef fólk vil fá bátsferð kringum eyjuna eða fara á sjóstöng eða leiðsögn eyjuna og bara það sem fólk dettur í huga. Spyrja, við reynum að uppfylla óskir allra. Nú eru 2 gistiheimili í Grímsey. Já. Alltaf nóg að gera í þessum bransa? Það mætti vera miklu meira, en það ekki samkeppni eða neitt svoleiðis. Þetta bara allt inni í samvinnu. En ferðaþjónustan hérna, sérðu að það sé einhver aukning í henni eða hvernig eru tölurnar á fjölda ferðamanna í eina? Sko frekar aukning myndi ég segja, bara frekar en auðvitað veturinn mjög rólegur en júní og júlí mjög fínir á móti. En það mætti alveg lengi þetta tímabil. Hvað eru ferðamenn helst að sækja í sem að koma hérna? Heimskautsbauginn og lundan yfir sumarið, lundi númer 2, 3, 4 og 5 og svo bara friðsæld og kyrrð og vonandi bara að hitta okkur, skrítið fólk sem býr hérna, kannski. Þú talar þetta skrítna fólk sem býr hérna, hvernig að búa í Grímsey? Mjög gott, ég bara mæli eindregið með því og við erum skrítin á jákvæðan hátt. Mörgum finnst mjög undarlegt að við skulum vilja vera hérna á þessari litlu eyju en okkur finnst það dásamlegt. Það sem komist að þegar maður búinn að dvelja hérna í dálítinn tíma að maður sér að Grímsey samt svo miklu meira en Heimskautsbaugurinn. Ó já, Heimskautsbaugurinn, við munum ekkert eftir honum í daglegu, svona dagsdaglega. Þetta bara aðdráttarafl fyrir túrista, en gott að hafa hann hérna. En það yfir margt að gerast og við sjáum það pylsuvagn að opna, ís og það svona hugur í fólkinu að reyna að gera eitthvað fyrir ferðamanninn. Og það allt hérna sem við þurfum. Það bara svoleiðis. Bara dásemdar líf að búa hérna. En hérna Básum, hvað getið þið tekið á móti mörgum? 16 manns í 8 herbergi. Þetta svona misjafnt 1 manns og 2 manna og 3 manna. Bara svolítið, svona bara hvað fólk að sækjast í. Já. Og ferðamenn, þeir koma bæði með flugi og ferju hingað. Já. Veistu hvernig tölurnar hvað koma fleiri sjóleiðina eða hvað? Jú, mikið fleiri. En sko, ég til dæmis nota ekki klukku. Það bara hér bil og það bil og svoleiðis og ekki spyrja mig út í tölur ferðamanna. Fáðu þær einhvers staðar annars staðar því að mér finnst bara dásamlegt að sjá fólk koma hingað og gaman að öllum þeim sem koma hingað og allir þeir sem ég hef hitt hingað til í Grímsey, það allt dásamlegt fólk og ég held líka sé bara þannig fólk sem velur að koma hingað. En það geta hinni bara verið á Íslandi, það nóg pláss þar. En einmitt þetta tímaleysi sem hérna, það og sérstaklega á þessum árstíma þegar sólin uppi allan sólarhringinn, það mjög auðvelt að týna tímanum hérna. Já, mjög. Svo þarftu svo lítið að sofa, það svona bjart svona lengi. En ekki tala við mig í desember, þegar allt dimmt. Þá þarftu að sofa. Já. Þannig að þið skiptu svolítið á, þið sofið kannski á einum árstíma og vakið meira öðrum. Já, alveg eins. Við vökum þegar við þurfum að vaka og dottum svona þess á milli. Já. En það sem maður rak sig líka á það eru opnunartímarnir hérna. Manni finnst þeir litlir fyrirfram. Búðin opin stutt og veitingastæðin stutt en svo þetta líka bara viðmið þessi opnunartími. Já. Og það konan sem á búðina býr í næsta húsi og hún mjög lipur að laupa og það hefur alltaf verið svona alveg frá að ég flutti hingað. Það hefur aldrei verið vandamál að fá að kíkja í búð utan þjónustutíma. En fyrir ykkur sem búið hérna, hvernig afþreyingin svona allan ársins hring? Eruð þið með einhverja klúbba eða hittinga? Já, við erum með kvenfélag Baugur og það eru allar konurnar í því og það bara mjög virkt kvenfélag. Handavinnufundir á öll 50-dagskvöldi við veturinn og þá bara mæta allar sem að vilja. Og svo líka kífanisklúbbur hérna og nánast allir kallarnir eru í honum. Það sem að tekur líka eftir sko krafturinn í konunum hérna. Hann mjög mikill. Já. Já, ég veit bara hér, ég svo sem veit ekkert við mér. Nei, bara hérna í Grímsey og í landi, þetta eru konur sem manni finnst svolítið drifkrafturinn hérna í landi.
okkur líka bara langar til að hlutinni gangi og við verðum að gera þetta sjálf ef við viljum að eitthvað gerist. Það bara svoleiðis. Það ekkert svona eitthvað fyrirtæki sem heldur utan okkur. Við bara gerum þetta sjálf og við erum mjög sjálfstæð hérna og okkur líður vel hérna.